allan skala. Það fer eftir ykkur hvernig þú talar. Já, bara býsna vel sko. Þetta komið í gang. Hvað er þetta? Þú taldir ekki niður. Nei, það var að byrja. Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðsréttar. Þetta er 292. fundur, er haldinn 3. apríl og á óvenjulegum tíma, 8:30 á morgni. Ég vil þakka bæjarfulltrúum kærlega fyrir að taka vel í það að funda hér á þessum tíma. Þetta kemur nú til að því að í vikunni, eins og vonandi hefur ekki farið fram hjá einum, fara fram íbúafundir varðandi mögulega sameiningu sveitarfélaga á Austurlandi og til þess að gefa bæjarfulltrúum og bæjarstjóra tækifæri til þess að taka virkan þátt í því. Það var ákveðið að færa þennan fund því að sjálfsögðu hvetjum síðan íbúa hér á Fljótsdalshéraði til að fjölmenna á fundinn sem verður í Valaskjálf á morgun klukkan 6. En við göngum til dagskrár sem er í 9 liðum og það er fyrsti liður á dagskrá bæjar á Fljótsdalshéraði, fundagerð 464. fundar. Það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn. Það er fundagerð bæjarráðs 464. fundur sem haldið var 25. mars síðastliðinn. Fundagerðin sem liggur fyrir, hún er í 10 liðum og það eru 4 liðir teknir út. Og það er fyrst liður 1.3 vegna áforma fjármálaráðherra að skerða tekjur jöfnunarsjóðs. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs leggur áherslu á að ríkið annars vegar og sveitarfélög hins vegar eru jafnsett stjórnsýslustig og að ekki er ásættanlegt að ríkið taki einhliða ákvarðanir tekjustreymi til sveitarfélaga í gegnum jöfnunarsjóð. Bæjarstjórn hvetur ríkið og Samband íslenskra sveitarfélaga til þess að eiga í faglegu samtali og samstarfi tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Það er liður 1.6 fundir bæjarstjórnar og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að fundardögum bæjarstjórnar í maí verði breytt frá því sem ákveðið var af bæjarstjórn 21. nóvember síðastliðinn. Fundirnir verði haldnir 8. og 22. maí í stað 2. og 15. maí eins og áður var ákveðið. Jafnframt er lagt til að fundir nefnda í maí færist aftur viku í samræmi við fundi bæjarstjórnar. Það er liður 1.9 sem er erindi frá starfsmönnum sýslumannsins á Austurlandi. Í bæjarráði var tekið fyrir bréf frá starfsmönnum embættis sýslumannsins á Austurlandi varðandi fjárframlög til embættisins og rekstrarstöðu þess. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir allt það sem fram kemur í bréfinu og mun áfram taka málið upp við dómsmálaráðuneytið og þingmenn kjördæmisins, líkt og gert hefur verið undanfarin ár. Bæjarstjórn ítrekar að þjónusta sýslumannsembættisins á Austurlandi er íbúum svæðisins nauðsynleg, en miðað við núverandi fjárveitingar til embættisins er ljóst að ríkið er ekki að standa við að veita þá þjónustu í samræmi við þörf, lög og reglugerðir. Og það er liður 1.10 umsagnarbeiðni frumvarp til laga töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóðs. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði Fljótsdalshéraðs og lítur svo á að eðlilegt sé að gjöld af því tagi sem frumvarpið gerir ráð fyrir renni óskert til viðkomandi sveitarfélaga án milligöngu ríkis eða sjóða á vegum ráðuneytanna. Það er ekki fleira tekið út í þessari fundagerð og hún er hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum fyrsta lið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Sigrún Blöndal, varabæjarfulltrúi. Ertu ekki lengi að því? Nei. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég vona að enginn hugsi
þarna Marteinn Mosdal kominn aftur og aftur eins og nú kannski ástæða til. Ég ætla nú ekki að gera þetta að svona venju að vera hér. En mér langar aðeins til þess að koma hér inn á lið 1.9 af því að það stingur mig svo að við skulum enn vera að fjalla þetta mál sem rekstrarvandi sýslumannsembættanna. Og í úttekt Ríkisendurskoðunar sem nýkomin út, þar sem farið yfir rekstur og rekstur sýslumannsembættanna, segir meðal annars að þegar 2015 var breytt, það voru aðskilin lögreglustjóraembættin og sýslumannsembættin og sýslumönnum var fækkað úr 24 í 9, þá var það markmiðið að efla embættin og gera þau að miðstöð stjórnsýslu ríkisins í héraði. Og við sóttum fundi hér með þáverandi innanríkisráðherra sennilega 2013 og þetta var svo, þar sem var lögð mikil áhersla á þetta væri til að efla embættin og þetta ætti að vera öllum til hagsbóta og svoleiðis lofað hástöfum að þetta myndi nú ekki skerða þjónustu eða verða annað en til bóta. En síðan hefur þetta bara verið stöðug og samfelld sorgarsaga. Og mér finnst þetta náttúrulega með slíkum ólíkjendum að það skuli vera þannig að uppsafnaður halli sýslumannsembættanna á landinu skuli vera 500 milljónir á þessum tíma. Og ég átta mig bara ekki hvað eiginlega hefur gerst í þessari breytingu, hvað eiginlega ákveðir menn hafa klikkað. Og við erum búin að vera ítrekað hér með þessi mál inn á bæjarstjórnum og sveitarstjórnum, vanda hér varðandi það að það er ekki hægt að halda útibúum opnum og sko enga síður þarna þjónusta sem að við þurfum bara nauðsynlega að sækja og meðan ríkið hefur ekki í rauninni komið því þannig fyrir að þetta sé aðgengilegt með öðrum leiðum að þá verður auðvitað að reyna að viðhalda þessari þjónustu þannig svo ásættanleg. Svo að ég eiginlega lýsi nú bara því hér að ég afskaplega döpur yfir að þetta skuli vera hér enn inn á dagskrá og með þessum hætti. Og vona sannarlega að einhver bót fáist á, þó ég sé nú kannski ekkert sérstaklega bjartsýn á það. Takk. Sigrún Blöndal varabæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust undir þessum fyrsta lið. Það eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls. Skulum við Geirfyrst að það taka til máls. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi á Gjörsól. Forseti, ágæta fundafólk. Það var full ástæða til þess að taka upp umræðu undir lið 1.9 varðandi sýslumannsembættið á Austurlandi. Ég ætla ekki að bæta mjög mikið í þá umræðu en þó vildi ég bara aðeins fara yfir það sem að kemur þetta rétt í lok tillögunnar sem að hér liggur fyrir og en að öðru leyti tek ég heils hugar undir allt sem að framkom í máli Sigrúnar Blöndal varabæjarfulltrúa þetta. En af því að það vísað þarna til undir lokina sem sagt að það sé ljóst að ríkið sé ekki að standa við að veita þá þjónustu sem að þarna á að veita í samræmi við þörf, lög og reglugerðir og það er svolítið kannski stíft að halda því fram að ríkið sé að brjóta lög en það er samt sem áður alveg full ástæða til í þessu tilfelli vegna þess að ég vil bara fara yfir það að það er sannarlega þannig að í 2. grein laga framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði þá er farið yfir hvar þessi sýslumannsembætti eru eða sem sagt hvaða umdæmi eru og í 3. málsgrein 2. greinar kemur fram að ráðherra ákveður í reglugerð hvar aðalskrifstofur sýslumanna skulu staðsettar og ráðherra ákveður einnig í reglugerð að höfðu samráð við viðkomandi sýslumann hvar aðrar sýsluskrifstofur verða starfræktar og hvaða þjónustu það skulu veita. Og í þessari reglugerð kemur fram að það skuli vera sýsluskrifstofa á Egilsstöðum og það kemur jafnframt fram að það þýðir þá og það að veita hvað við að segja það felur í sér væntanlega að það sé sýsluskrifstofa með fullri þjónustu en það er eiginlega ekki hægt að lýsa því þannig með þannig opnunartíma sem er á sýsluskrifstofunni hér að það sé full þjónusta þannig að þessu virtu að þá tel ég að bæjarráð og bæjarstjórn hér nú hafi bara fullt tilefni til þess að bera ríkisvaldinu þá ábyrgð að menn sé að brjóta lög og reglugerðir með því hvernig þeir reka sýslumannsembættið á Austurlandi.
Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Orðið er enn laust. En ef ekki fleiri vilja taka til máls, þá lokum við mælendaskrá og göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 1.3 vegna áforma fjármálaráðherra að skerða tekjur jöfnunarsjóðs. Tillagan sem var lesin hér áðan er borin upp, þessi samþykki gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá var það liður 1.6, fundir bæjarstjórnar. Það er tillaga borin upp sem var lesin hér áðan, þessi samþykki hana gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 1.9, erindi frá starfsmönnum sýslumannsins á Austurlandi, tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykki gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og síðustu liður 1.10, umsagnarbeiðni frumvarp til laga töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð og tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykki gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Áður við lokum liðum þá við ekki athygli á því að undir lið 1.4 að það er bókað afgreiðsla bæjarráðs í staðfesta bæjarstjórn, en ef ekki eru athugasemdir við það þá höfum við lokið umfjöllun þennan fyrsta lið og göngum þá til annars dagskrárliðar. Það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs á 465. fundi ráðsins og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundamenn. Það er fundur bæjarráðs, 465. fundur sem haldinn var 1. apríl síðastliðinn og fundargerðin sem hér liggur fyrir 12 liðum og það er bara einn liður tekinn út sem er það ekki. Nei, tveir, það er tveir liðir. Það er liður 2.8 sem er fundargerð 255. fundar Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Vísað er til boðaðs hluthafafundar í Hitaveitu Egilsstaða og Fella EHF sem fara á fram í dag, 3. apríl. Þar sem á dagskrá eru breytingar á samþykktum félagsins vegna fyrirætlana hlutverk félagsins við ljósleiðaravæðingu. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að bæjarstjóri fari með umboð og atkvæði sveitarfélagsins á fundinum. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að á hluthafafundinum verði eftirfarandi breyting gerð á samþykktum hef. Að eftir annan málslið greinar 1.3 varðandi tilgang félagsins bæti svohljóðandi málslið við. Félagið annast framkvæmd ljósleiðaravæðingar ásamt rekstri gagnaveitu og önnur verkefni í því sambandi. Og það er þá liður 2.9 sem eru heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og þessi liður er nú eiginlega að tilnefni starfshóp varðandi það að endurskoða umhverfisstefnu sveitarfélagsins og hafa þar heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að skipa eftirtalda aðila í hópinn. Ásdís Helga Bjarnadóttir B-lista, Halla Sigrún Sveinbjörnsdóttir M-lista, Ívar Karl Hafliðason D-lista, Kristjana Sigurðardóttir L-lista. Jafnframt er ungmennaráði falið að tilnefna 1-3 fulltrúa í hópinn. Verkefnastjóri umhverfismála falið að starfa með hópnum og kalla saman til fyrsta fundar og að hópurinn hefji störf í byrjun maí. Það er þá ekki fleira tekið fyrir þessari fundargerð og hún er hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir öðrum lið ef einhver óskar eftir að taka til máls. En ef að svo er ekki, að þá loka ég mælendaskránni og við göngum þá til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 2.8 sem er fundargerð 250.500 fundar Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Þar er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 2.9. Þar er tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan.
Þeir sem samþykkja gefi merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og athygli vakin á því að undir lið 2.2 sem og undir lið 2.11 bókað afgreiðsla bæjarráðsins staðfest. En ef ekki gerir athugasemd við það, að þá höfum við lokið við afgreiðslu þessa annars liðar og göngum til hins þriðja. Það fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar, 109. fundur nefndarinnar, það Guðfinna Harpa Árnadóttir varabæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, ágætu fundafólk. Ég ætla að kynna hérna 109. fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar. Fundargerðin í 15 liðum og þar af eru 6 liðir teknir út. Það hérna fyrst liður 3.6 sem umsókn lóð að Kaupvangi 23 og þar liggur fyrir umsókn lóðin að Kaupvang 23 og eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar felur bæjarstjórn, skipulags- og byggingafulltrúa að vinna að málinu. Þá það liður 3.7 sem umsókn lóðin að Dalsel 1-5. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að lóðinni Dalsel 1-5 verði úthlutað samkvæmt umsókn. Það liður 3.8. Það varðandi umsókn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða 2018. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og fagnar styrkveitingu til verkefnisins sem brýnt. Þá það næst liður 3.11. Varðandi gönguleið barna í Fellabæ. Þar liggur fyrir erindi frá Vegagerðinni varðandi gönguleiðir og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og samþykkir erindi Vegagerðarinnar og fagnar því að unnið sé að því að beina börnum öruggari gönguleiðir í samræmi við umferðaröryggisáætlun sveitarfélagsins. Sveitarfélagið mun leggja sitt af mörkum þannig að verkefnið nái fram að ganga. Síðan það hérna liður 3.14 sem umsókn byggingarleyfi fyrir tvíbýlishúsi að Fjólukvammi 3 og þetta varðar staðsetningu byggingar innan byggingarreits og þarna eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar felur bæjarstjórn, skipulags- og byggingafulltrúa að kynna erindið í samræmi við 2. og 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Að öðru leyti þessi fundargerð lögð fram til umræðu. Takk. Guðfinna Harpa Árnadóttir hefur þá lokið máli sínu og orðið laust undir þessum þriðja lið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Nei, ef að svo ekki, þá loka ég mælendaskránni á ný og við göngum til afgreiðslu þessara liða. Fyrst verður þá fyrir okkur liður 3.6 umsókn lóð Kaupvang 23. Það tillagan borin upp eins og við lesum og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og liður 3.7 umsókn lóð Dalsel 1-5. Tillagan þar borin upp eins og við lesum og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og liður 3.8 umsókn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða 2018. Tillagan borin upp eins og við lesum og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Liður 3.11 gönguleið barna í Fellabæ. Tillagan borin upp eins og við lesum og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. 3.14 umsókn byggingarleyfi fyrir tvíbýlishús að Fjólukvammi 3. Tillagan borin upp eins og við lesum og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið við að fara yfir þennan þriðja lið og við göngum til hins 4. Það fundargerð atvinnu- og menningarnefndar 85. fundur nefndarinnar. Fundargerðin í 4 liðum en enginn verður tekin út til sérstakrar afgreiðslu hér en orðið laust fundargerðin ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Ef svo ekki, þá lokum við mælendaskrá og höfum þar með lokið afgreiðslu þessarar fundargerðar í 4. lið.
Við göngum þá til 5. liðar, það er fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, það er 51. fundur nefndarinnar. Fundargerðin er í 3 liðum en engin þeirra er tekin út hér til sérstakrar afgreiðslu. Það er þó rétt að vekja athygli á því að undir lið 5.2 fundargerð samráðsnefndar skíðasvæðið í Stafdal kemur fram eða er lagt til að fært verði fundargerð til skýringar eftirfarandi texti. Í fundargerð samráðsnefndar kemur fram að starfsmenn sveitarfélagana munu funda að fengnum upplýsingum frá skíðafélaginu og eiga síðan sameiginlegan fund með þeim í maí. Þetta er sett inn í tilefni af bókun nefndarinnar en að öðru leyti er fundargerðin lögð fram til kynningar. Jafnframt er undir lið 5.3 árskort í sund, rækt og fyrirspurn afgreiðsla íþrótta- og tómstundanefndar staðfest. En orðið er laust þessa fundargerð ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef að svo er ekki, þá höfum við lokið yfirferði við þennan 5. lið. Það er þannig til bókar. Þá er það næst 7. liður, það er fundargerð félagsmálanefndar, 171. fundur nefndarinnar og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góða fundamenn. Það er fundur félagsmálanefndar sem haldinn var 25. mars síðastliðinn. Það var 171. fundur nefndarinnar. Fundargerðin sem hér liggur fyrir er í 8 liðum og það eru 4 liðir teknir út. Það er fyrst liður 6.3 sem er samstarfssamningur Fljótsdalshéraðs og félags eldri borgara á Fljótsdalshéraði. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu félagsmálanefndar samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi samstarfssamning milli félags eldri borgara og félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs. Og það er liður 6.4 sem er drög að erindisbréfi fyrir öldungaráð og það er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu félagsmálanefndar samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi erindisbréf fyrir öldungaráð Fljótsdalshéraðs. Og kannski til upplýsingar þá er þetta nýtt, í nýju lögum félagsþjónustu sem komu í haust að þá er þetta öldungaráð sem á að vera starfandi og bæjarstjórn er ætlað að skipa 3 fulltrúa í þetta öldungaráð. Það er liður 6.6 sem er samstarf greiðslu gistináttargjalds í neyðaratkvörðum Reykjavíkurborgar fyrir heimilislausa. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram með vísan til bókunar félagsmálanefndar er fyrirliggjandi samningsdrögum hafnað en jafnframt er óskað eftir viðræðum við Reykjavíkurborg mögulegar lausnir og útfærslur. Og svo er það að lokum liður 6.7 sem er notendasamráð umræðum 8. grein laga félagsþjónustu sveitarfélaga. Og þetta er einnig nýtt þó það hefur verið notendaráð hér varðandi málefni fatlaðra þá er þetta samt annars konar og þarna er bæjarstjórn einnig ætlað að skipa fulltrúa í hópinn. Og þarna er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu félagsmálanefndar samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi samþykkt notendaráðs í málefnum fatlaðra. Ekki fleira tekið fyrir tekið út þessari fundargerð en hún er lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Takk fyrir. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 7. dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 6.3. Það er samstarfssamningur Fljótsdalshéraðs og félags eldri borgara á Fljótsdalshéraði og tillagan er borin upp eins og lesin og kynnt í ráðan þessi samþykkja gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.4 drög að erindisbréfi fyrir öldungaráð. Eftirfarandi tillaga er lögð fram eins og lesin og kynnt í ráðan eða þessi tillaga fyrirgefið þessi samþykkjana gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og undir lið 6.6 að þar er tillaga lögð fram eins og lesin og kynnt í ráðan þessi samþykkja gefur merki með því réttu hönd.
Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og að síðustu 6.7, það til að borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan, þessum samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Þá þessi fundagerð við höfum lokið afgreiðslu þessara fundagerðar félagsmála nefndar undir 7. lið og við göngum þá til 7. dagskrárliðar næst sem fundagerð ungmennaráðs Fljótsdalsfélags. 78. fundur ungmennaráðs, aðeins einn liður var þar á dagskrá, ungmennaþing 2019. Það ekki gert ráð fyrir því að bæjarstjórn gerir hér bókun, en ég vil vekja athygli á því að ungmennaþingi sem þarna til umræðu fer fram á morgun og þar stendur frá 10 til 3 og þar verður unnið með meðal annars aðskipulag og að unnið að því að fá fram sjónarmið ungs fólk sem að snýra skipulagi og þar verður unnið í vinnuhópum undir stjórn Páls Líndals, umhverfissálfræðings og Tinnu Halldórsdóttur, sérfræðings á Vesturbrú. Ástæða til að hvetja þá sem falla ennþá undir þá fögru skilgreiningu og geta setið á ungmennaþingi kynróðalaust að mæta á þingið, taka þátt í þessari vinnu. En orðið laust ef einhver vill taka til máls undir þessum 7. lið. Ef svo ekki, þá mælendaskrá lokað og við höfum lokið afgreiðslu þessarar fundagerðar. Við göngum þá næst til 8. dagskrárliðar sem það umsókn rekstrarleyfi til sölu gistingar Kaldá. Þar liggur fyrir umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir sölu gistingar í flokki 2 að Lyngholti eða Kaldá á Völlum. Umsækjandi Kaldá EHF Ásdís Ámundadóttir. Fyrir liggur jákvæð umsókn byggingafulltrúa fyrir alltaf 15 gesti sem í samræmi við umsóknina. Einnig jákvæð umsókn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Með vísan til 4. málsgreinar 10. greinar laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsókn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem umsóknin lítur af sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til Bæjarstjórn bendir á að eldvarnaeftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsóknum beint til sýslumanns. Orðið laust undir þessum lið ef einhver óskar eftir að taka til máls. Svo ekki og mælendaskrá því lokað og ég ber þá tillöguna upp. Þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Þá 8. lið lokið og við göngum til 9. liðar á dagskrá. Það umsókn breytingu á rekstrarleyfi til veitingu veitinga í flokki 3, Askur Taprúm. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar breytingu á rekstrarleyfi fyrir sölu veitinga í flokki 3 að Þarardalsbraut 25. Umsækjandi Askur Taprúm, Friðrik Bjartur Magnússon. Fyrir liggur jákvæð umsókn byggingafulltrúa fyrir alltaf 120 gesti, einnig jákvæð umsókn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands. Þessu umsókn í samræmi við umsóknina, gestafjöldin altså. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Með vísan til 1. málsgreinar 12. greinar og 1. töluliðar 4. málsgreinar 10. greinar laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsókn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem umsóknin lítur af sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til Bæjarstjórn bendir á að eldvarnareftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsóknum beint til sýslumanns. Orðið laust undir þessum lið ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Ef svo ekki, þá mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og við höfum lokið við að fara yfir dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég vil þakka þeim sem fylgjast með, hvetja til þess að taki virkað þátt í þeim íbúafundum sem framundan eru og við höfum minnst á hér í dag. En við rjúum útsetninguna en fundi verður ekki slitið fyrir við lokið við að fara yfir fundagerð og undirrita hana.